sumir menn eru með svona ósíðanlegan samning sem þeir vita bara af, engin annar, sem þýðir að þeir gefa frá sér verðmætin, sem tími, orka, hjálpa til, aðstoða, peningar, en þeir eru með svona ósíðanlegan samning að þeir eru að gera þetta þegar þeir eru að reyna að fá eitthvað í staðinn, sem þýðir að oft eru ekki meðvitaðar þetta, þeir eru ómeðvitaðar þetta, að ég ætla að vera þessi góða manneskja, ég ætla að gera alla þessa hluti fyrir því, að því lengst inn í hausnum okkar er þetta, ég vil fá eitthvað frá þér, ég vil fá ást, umhyggju, kynlíf, tíma, þú vilja hjálpa mér, ég vil fá samþykki viðurkenningu, og erum að reyna að gera eitthvað fyrir aðra og reyna að hafa hennar samning sem er ósynlegur, sem við vitum stundum ekki af en er til staðar. Þegar við gerum það sem gerist er að við höldum að við munum fá eitthvað tilbaka en við fáum ekki tilbaka, af því það eru svona ósynlegur samningur sem þýðir að þú hjálpar viniðinum aftur, svo kemur að þú ætlar að biðja hann að hjálpa þér, eða þú vilt fá eitthvað frá honum, fá hann til að aðstoða þig. Það getur með þess að líka verið bara hittan og bara eða degjum saman. Það er ekki endilega að hjálpa það, bara þú vilt meiri tengingu, meiri mannlega samskipti og eitthvað svoleiðis. En af því þú varst með hann ósynlega samning, ekki vinuðinn, veit ekki að þessu, og hann kannski hefur ekkert áhuga að gera alltaf þessar hluti fyrir þig tilbaka, þá verðum við fyrir vonbrigðum. Hvað gerist ef við verðum fyrir vonbrigðum? Þá getum við stundum verið leiðilegir eða vondir. Af því við hugsum, ég gerði alla þessa vinnu, hjálpaði þér, fyrir þig, svo kemur að þér að borga tilbaka og þá ertu ekki tilbúin að gera. Og við finnum fyrir vonbrigð og stundum verðum við sárir, reiðir, fúlir, af því að við höfum að leggja okkur allan fram en fengum ekki tilbaka. Og þegar það gerist, þá eigum við stundum til með að geta réttlætt fyrir okkur sjálfum að vera fáið við hann, að vera pirrar út í hann, að koma illa fram við einhvern annan, af því að við vorum svo góðir og hugulsamir að gera þetta fyrir þig og núna ertu ekki tilbúin að gefa mér. Og þetta er svolítið algengt og þetta á líka til með að gerast þegar við erum í sambandi.